Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Guð, þú sem gefur trú, gefa við megum rækta anda og líkama, að við megum hvert og eitt lifa heil og af heilindum. Guð, þú sem gefur von, við biðjum þessa á tímum sorgar megi vonin lýsa upp allt myrkur, svo við megum líta með skilningi tilbaka, þakka stundina sem við lifum og líta með von til framtíðar. Guð, þú sem gefur kærleika, við biðjum þess að við megum fyrir kærleika þinn þjóna hvert öðru í kærleika. Að við megum með þér vera veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbytnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpa okkur að öðlast trú á þig og treysta á nálægð þína og kærleika. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Í Davíðs sálmum segir: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: Hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðinn. Já, eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar heilagt orð. Amen. Víg
les fyrir okkur úr fyrra bréfi Páls til Kórintumanna, óðinn til kærleikans. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Rísum á fætur og heyrum heilagt Guðspjall sem ritað af Jóhannesi og hljóðar svo í Guðs nafni. Nýtt boðorð gef ég ykkur, að þið elskið hvert annað.
Eins og ég hef elskað ykkur, skulu þið einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þið eruð mínir lærisveinar, ef þið berið elsku hvert til annars. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Amen. Gjörðu svo vel að setjast. Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vindar leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opnar skautið sig. Vorið kemur heimur hlýnar, hjartað mitt. Gakt þú út í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, munda það stutt hver stundin, stopult jarnest yndið þig. Vorið kemur heimur hlýnar, hjartað mitt. Hjartað mitt. Allt hið liðn ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma, sólskinsdögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt. Vorið kemur heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur heimur hlýnar, hjartað mitt. Náði með okkur og friður. Jesús segir, ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þessi ritningarorð eiga vel við í dag. Orð Jesú tala til okkar, minna okkur á ljósið. Þó við sitjum hér með sorg í hjarta, þá yljum við okkur við góðar minningar. Og ljósið sem Júlíana Svanhildur Hálfdánadóttir gaf okkur með lífi sínu og samfylgt. Júlíana eða Júlla, eins og hún var alltaf kölluð, fæddist þann 4. maí árið 1932. Hún lést þann 23. mars síðastliðinn að heimili sínu í Brákarhlíð, 92 ára að aldri. Júlla fæddist að litlu Þverá í Miðfirði, yngst 4 systkina. Elst var Sigríður, næst elst Jóhanna, 3. Helgi Júlíus og yngst var Júlla. Það var alla tíð gott samband á milli þeirra systkina. Foreldrar þeirra voru Elín Jónsdóttir og Hálfdán Árnason. Þau eru nú öll látin. Blessuð sé minning þeirra. Júlla flutti 6 ára að Valshamri
og bjóð þar alla sína barnæsku, eða þangað til hún datt í fangið á Þóri Ormsinni, 17 ára gömul. Já, hún datt í fangið á honum, í orðsins fyllstu merkingu. Það var ball í Lyngbrekku, Júlla mætti þangað, örugglega í sínu fínasta pússi. Hún vildi alltaf vera svo fín, hún Júlla. Það vildi ekki betur til en svo að þegar hún gengur inn dyrnar, hrasar hún og dettur. Til allrar hamingju var Þórir Valdimar, réttur maður, á réttum stað, greip hana fimlega og hún fór eiginlega ekki úr fangi hans eftir það. Þau fóru fljótlega að búa í Ormshúsi í Borgarnesi, Þórólfsgötu 12a, sem í raun var stórt fjölskylduhús, því þar bjuggu einnig Ormur og Helga, foreldrar Þóris, sem og systir hans Vilborg og maður hennar Guðmundur. Þau Júlla og Þórir giftu sig þann 27. maí árið 1950. Þau fóru að Borg á Mýrum, báðu Helgu ömmu að passa frumburðinn á meðan. Ætluðu að gera þetta í hálfgerðri kyrrþey. En eitthvað hefur nú tengdamömmu grunað hvað stæði til, því að hún var búin að taka til kaffi og með því þegar þau komu aftur. Það voru nú öll hátíðahöldin þennan dag, en sannar að gæði og lengd hjónabands eru ekki mæld í tilstandi á brúðkaupsdaginn. Hjónaband þeirra Þóris og Júllu var bæði langt og gæfuríkt, en þau áttu eftir að feta veginn saman í rúm 50 ár og eignast mikinn fjölda afkomenda. Júlla talaði nú ekki mikið hjónabandið eða kærleikan þeirra á milli, það tíðkaðist ekki í þá daga. En hún sagði þó frá því að þau hjónin hefðu haft það fyrir reglu að þau fóru aldrei ósátt að sofa. Ef eitthvað var að og eitthvað þurfti að ræða, þá var það afgreitt áður en farið var í háttinn. Það er ráð sem við getum tekið með okkur héðan í dag og hefur greinilega gefist vel. Þau hjónin voru samrýmd, áttu sín sameiginlegu áhugamál, sem voru laxveiði og ferðalög. Þau ferðuðust mikið Ísland bæði í tjaldi og bændagistingu. Þau fóru dálítið erlendis, en Þórir sagði einhver tímann að þau hefðu svo sem ekkert til útlanda að gera, því að þau voru ekki búin að sjá allt Ísland enn. Þau Júlla og Þórir eignuðust 7 börn, af þeim eru 4 á lífi í dag. Elst er Elín Helga, fædd árið 1950, maki hennar er Guðmundur Jónsson, börn þeirra eru 4. Næst elst var Sigríður Björk, fædd árið 1951, en hún lést þann 1. febrúar árið 2011. Blessuð sé minning hennar. Maki hennar var Þorvaldur Þorvaldsson, börn þeirra eru 4. Þriðji elstur af systkinunum er Sævar Þór, fæddur árið 1953. Maki hans er Kristín María Valgarðsdóttir, börn þeirra eru 3. Þá eignuðust þau Júlla og Þórir tvíbura sem létust í fæðingu þann 23. febrúar árið 1956. Næst yngstur er Hálfdán Ægir, fæddur árið 1960. Maki hans er Guðlín Erla Kristjánsdóttir. Börn þeirra eru 4. Yngstur er Hafsteinn Óðinn, fæddur 1964. Börn hans eru 3. Barnabörnin eru því 18 og hópur af langömmubörnum og langamubörnum gríðar stór. Þvílíkt ríkidæmi og Júlla var mjög stolt af fólkinu sínu öllu. Þau Júlla og Þórir bjuggu í Ormshúsi á fyrstu árum hjónabandsins, en þegar börnin voru orðin 4 var farið að byggja á Kjartansgötu 17. Þórir var mikill hagleiksmaður og vann verkið hratt og örugglega. Systkinin minnast þessa og meðan pabbi þeirra lagði lokahönd á nýja heimilið, fór Júlla með börnina valsamri og var þar hluta úr sumri, þá ófrískað yngsta barninu. Júlla sótti alltaf mikið í valsamar og voru hún og Sveina miklar vinkonur alla tíð. Þetta hefur verið dásamlegt sumar. Þær hafa setið saman og prjónað á meðan börnin nutu þess að vera í sveitinni. Fjölskyldan flutti svo inn í húsið á Kjartansgötunni, nýmúrað árið 1965. Kjartansgata 17 átti eftir að verða heimili þeirra hjóna, samkomustæður fjölskyldunar næstu áratugina. Þar sem börnin uxu úr grasi og barnabörnin áttu skjól. Fjölskyldan er samrýnd, en Júlla var ekki mikið að skipta sér af því hvernig fólki hennar valdi að haga sínu lífi. Var yfirleitt ekki með neinar athugasemdir eða hafa skoðanir á þeirra málum. En eins og ein tengdadóttir hennar orðaði svo fallega, ef það var leitið eftir aðstoð, þá var það auðsótt, hjálpsemin alltaf fyrir hendi,
hvort sem það var í barnapössun eða aðstoð við handavinnu, sultugerð eða bakstur. Júlla var kannski ekkert að hafa samband að fyrra bragði. Hún var bara ekki þannig, en henni þótti mikið vænt fólki sitt og þótti vænt að heyra hvað var að frétta hjá hverju og einu. Henni þótti gott að fá fólki sitt í kaffi og var þá gjarnan heimabakað bakkelsi, kökur og kleinur á borðum, enda Júlla húsmóður að gamla skólanum, alltaf að baka, elda, sauma og prjóna. Hún prjónaði reyndar og saumaði alveg fram á það síðasta. Prjónaði síðast nú í febrúar og saumaði í mars. Á árum áður prjónaði hún peysur fyrir handprjónasambandið, örugglega í 40 ár. Í seinni tíð prjónaði hún mest húur og minni stykki. Hún saumaði fjöldan allan af púðum í gegnum tíðina, fallegum krossumspúðum sem prýða flest heimili fjölskyldunar. Og sem betur fyrir eru til fleiri en 1 og fleiri en 2 púðar á heimilum barna hennar, því nú eru þetta orðnar ómetanlegar gersemar. Og heyrst hefur að sé farið að heyrast í barnabörnunum, hérna, ég væri alveg til í að fá eitt svona púða frá ömmu, ef þú tímir. Já, Júllu þótti vænt fólki sitt og hafði mikið gaman af því þegar þau komu saman, hvort sem það var á ættamótum, í veiðiferðum eða við önnur tilefni. Þau hjónin höfðu gaman að því að renna fyrir lax, sjáu bara þessar dásamlegu myndir í sálmaskráni, því líka aflakló sem hún hefur verið. Þau dvöldu gjarnan að Laxárbakka þar sem Þórir ólst upp og sóttu afkomendur þeirra mikið í að vera með þeim þar. Eitt sem komuðu þar við, þeim að óvörum og varð upp í fótur og fit þar sem þeir bræður, Þórir og Sverrir voru að fá sér í aðra tána. Eitthvað fannst þeim óþægilegt að börnin, þó fullorðin væru, yrðu vitni að því. En þau Þórir og Júlla voru mjög lítið með vín nema eitthvað mikið stæði til. Börnunum þeirra fannst ekkert skrítið að fá sér smá koníak eftir góðan dag við veiðar í Laxá, en allt var látið á bakvið eins og ekkert væri. Unga fólki hafði lúmst gaman að þessu, fengu kaffi og hlaðborð af meðlæti eins og Júllu einni var lagið, þökkuðu svo fyrir góða stund og héldu heim, vel vitandi að líklega yrði smá koníak innbyrt fyrir svefnin þegar fullorðnu börnin voru farin heim. En Júlla hafði nú samt ekkert á móti góðu partíi. Það var alltaf gaman þegar fjölskyldan kom saman. Þau voru gjarnan saman á gamlárskvöld, Júlla og Þórir, börn og barnabörn. Þá var oft glatt á hjalla, farið í leiki, sungið og sprellað. Júlla hafði rosalega gaman að þessari áramóta hefð, en þegar afkomendur voru orðnir 90, þá fór þetta nú að verða erfitt að koma saman. Þegar fjölskyldan kom saman var oft hlegið og hlegið mikið. Og ef Júlla hló, þá hlógu allir. Hún hafði svo smitandi hlátur og gat ekki hætt. Hún fekk alger hlátursköst og þurfti stundum ekki mikið til. Einu sinni þegar þau voru á Laxárbakka segir Halli, Sævar, ef að koma að hlæja. Svo fóru þeir bræður að hlæja, svo sem ekki að neinu sérstöku, það var allt vitlaust úr hlátri og fjölskyldan ætlaði aldrei að geta hætt. Fólkið hennar Júllu hafði gaman að því að stríða henni og gera grín. Þá hló hún manna hæst. Hló oft svo mikið að tárin trilluðu niður kinnarnar. Á þeim tíma sem hún var að prjóna fyrir handprjónasambandið sagði hún eitt sinn, ég skil þetta ekki, ég hef ekkert fengið borgað síðan árið 1953. Fólkið hennar fór að skellihlæja því að þetta var árið 2003. Af hverju eru þau að hlæja þessu, spurði hún, og þegar henni var bent á þessa lítilsháttar skekkju í ártölum þrætt hún bara og var alveg hörð á því að hún meinti 1953, en fékk síðan algjört hláturskast þegar hún fattaði þetta. Þau Júlla og Þórir fluttu af Kjartansgötu í Hamravík árið 2000, aðeins 2 árum áður en Þórir dó. En hann lést fyrir aldur fram eftir erfiða baráttu við sín veikindi. Það var erfitt fyrir fjölskylduna alla, ekki síst fyrir Júllu að sjá á eftir sínum besta vini gegnum lífið. En hann lést þann 13. júlí árið 2002, blessuð sé minning hans. Eftir að Júlla var orðin ein fílaði hún sig ekki í Hamravík og flutti þá að Borgarbraut 65B, þar sem hún bjó í 12 ár. Hún kunni vel við sig þar og eignaðist dýrmætt félagslíf. Hún var strax virkur þátttakandi í félagsstarfinu, en það var einmitt þess vegna sem hún vildi flytja þangað. Hún var að vissu leyti félagslynd, hún Júlla, en á meðan Þórir var á lífi, þá dugði þeim að hafa félagsskap hvert af öðru. Hún sótti ekkert mikið í félagsskap annara. En það breyttist þegar hún flutti í blokkina.
Þar eignaðist hún góðar vinkonur sem hún hitti daglega til þess að spila. Það var spilað og það var spilað. Hún fór líka að æfa boccia, fór meiri sig að keppa í boccia og vann til verðlauna. Hún var nú ekki lítið montin af því, enda full ástæða til. Þó Júlla hafi ekki stundað íþróttir fyrir á gamalsaldri, þá hafði hún alla tíð gaman af að fylgjast með íþróttum. Var vel inni og fylgdist með barnabörnum sem voru að æfa og keppa í íþróttum. Hún horfði einnig á öll íþróttamót og alla landsleiki í sjónvarpinu. Þetta var mikil dægrastytting fyrir hann undir það síðasta og hún fylgdist með bikarúrslitum með fólkinu sínu daginn sem hún dó. Júlla hafði gaman af lífinu og hún hafði húmor fyrir sjálfri sér. Það frægt í fjölskylduna að það var keyptur handinni sími í seinni tíð, svo hún gæti fengið rafræn skilríki. Hún lærði að nota síman án mikilla vandræða, gat farið inn á heimabankan og leyst það sem þurfti að leysa. Svo var búið til Facebook fyrir hana, svo hún gæti fylgst með barnabörnum og fólkinu sínu öllu. Það fannst henni alveg frábært, en það gekk stundum ýmislegt á þarna á Facebookinu hjá Júllu. Til dæmis var hún búin að skrá dánardag sinn árið 2072. Einu sinni var tengdadóttir hennar á ferðalagi árið 2023 nánar tiltekið. Hún opnaði síman og fékk algjört tilfelli þegar hún sá að Júlla hafði ort skráð sig í hjónaband með ungum ítölskum manni. Myndirnar þeirra hlið við hlið blöstu við á skjánum, brúðkaupsdagur 14. janúar 2023. Júlla var þá komin yfir áttrætt og ekki á Ítalíu svo vitað væri. Þessi góða tengdadóttir hafði samband við tengdamóður sína í Flýti, lét hana vita af þessu og bauðst til að aðstoða hana við að laga þetta. Júlla kom auðvitað alveg af fjöllum, en fannst þetta bráðfyndið og algjör óþarfi að taka þetta út. Og svo var hlegið, svo tárin trilluðu. Já, það eru margar góðar minningar sem fjölskylda og ástvinir Júllu geta iljað sér við. Og mikið það dýrmætt. En hún var tilbúin að kveðja eftir langt og gott líf. Lungun og líkaminn farin að gefa sig, en kollurinn alltaf í lagi. Það fór vel hana í Brákarhlíð þar sem hún hafði búið undanfarin ár, en þegar hún missti spilastundirnar og handavinnuna, þá minnkuðu lífsgæðin hratt. Það var vel hlúð að henni í Brákarhlíð og vill fjölskyldan koma á framfæri kærum þökkum til starffólksins fyrir umönnunina og elskusemina þau ár sem hún bjóðar. Júlla var tilbúin að fara, en sagði við son sinn fyrir ekki svo löngu. Ég held mér ætli bara ekki að takast að deyja. En hún lofaði að láta vita hvernig yrði þarna hinum megin ef henni tækist það. Hvort það sé þess vegna sem hann glaðvaknaði klukkan 5 morguninn, rétt það leyti sem hún kvaddi þessa jarðvist. Það vitum við ekkert en við trúum því að vel hafi verið tekið á mótinni, í ljósinu. Hún í sínu fínasta pússi, beint í fangið á Þóri og börnunum sínum sem á undan gengu, með uppáhaldsnáttkjólinn með sér til skiptanna. Kæru vinir, ástvinir allir, við kveðjum Júllu hérna frá Borgarneskirkju í dag og felum hana góðum Guði. Heimurinn fátækari, en dýrmætar minningar lifa áfram og gleymast ekki. Jesús segir, ég upprissan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Það víst að Júlla lifir áfram í hjörtum ástvina sinna, í öllum fallegu og góðu minningunum. Með orðunum hér í upphafi minnir Jesú okkur á að hann með okkur, minnir á sig í ljósinu, í vorsólinni, í kærleika Guðs og náð. Við heyrum nú uppáhaldslag Júllu í bljúgri bæn sem hún var búin að biðja barnabarnið sitt hana Hófi að syngja hér í dag. Við skulum njóta þess að hlusta á þessar fallegu bænalínur, leyfa þakklætinu og minningunum að streyma. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæra vinkonu í arma miskunnar Guðs. Guð geymi þig og gæti í friði sínum, Júlíana Svanhildur Hálfdánadóttir. Amen.
sem þekkir mig og verkin mín. Ég leita þín, Guð leiddu mig og lýstu mér ævistíg. Ég reika oft á rangri leið, sú rétta virðist aldrei greið. Ég geri margt sem miður fer og man svo sjaldan eftir þér. Sú ein bæn í brjósti mér, ég betur kunni þjóna þér. Því veit ég feta veginn þinn, að verðir þú drottinn minn. Því veit mér feta veginn þinn, að verðir þú drottinn minn. Ég var beðin fyrir kveðjur. Kristján B. Hálfdánarson og fjölskylda senda kærar kveðjur frá Danmörku. Þorvaldur Þorvaldsson sendir einni kveðju sem og Dagbjört Diljá langömmustelpa. Þau fylgjast með okkur í streymi, eru með okkur í hug og hjarta. Við skulum spenna greipar ef vill. Við skulum lygna aftur augum ef vill. Og við skulum biðja. Við þökkum þér kærleikans Guð fyrir ljósið sem við okkur skín frá þér og heilugu orði þínu. Gefa við megum taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur líf í samfélagi við Júllu. Við þökkum allt það góða sem hún gaf okkur og kendi. Helga og blessa allar góðar minningar ástvina hennar, styrk þau og veit þeim leiðsögn á komandi tímum. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Allar bænir okkar og hugsanir, þakklæti og kærleika felum við í bæninni sem Kristur kendi þegar við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Fast
Við skulum rísa úr sætum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur.
Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Farið í Guðs friði, kæru.